Komið sæl og verið velkomin í tölvuleikjaspjallið. Ég heiti Arnór Steinn, það er bara ég í dag. Ég er hérna niðri í kjallara hjá mér, engar áhyggjur. Þátturinn er ekki að fara að vera niðri í kjallara. Þetta er bara svona intro og svona outro sem ég ætla að taka upp. Ég sem sagt er að fara að sýna ykkur viðtal við íslenskan tölvuleikjaframleiðanda, eða tvo starfsmenn íslensks tölvuleikjaframleiðanda sem heitir Polycat. Og þetta er fyrirtæki sem er búin að vinna leik í nokkur ár. Og leikurinn er ekki komin út, en demóðanum er komið út á Steam og leikurinn heitir B-Space. Og hérna, ég var sem sagt að tala við góðvinn tölvuleikjaspjallsins, Milenu Kolku, sem kom sem gestur hjá okkur fyrir allt of löngu síðan og ég er búin að minnast það við hann, að komin tími til þess að kíkja aftur. Og hún sem sagt spurði mig hvort að við getum ekki hitt á Polycat og spjallað við þá þennan leik, prófa leikinn. Og ég gerði það, ég er búin að spila nokkur run af þessum svona, þeir kannski lýsaði betur, en þetta er svona roguelike deckbuilder með smá twisti og það er mjög skemmtilegt. Og mjög fyndinn leikur, ég er mjög spenntur að spila heilu útgáfuna. Ætla ekki að spóla miklu það, tölum betur það í þættinum. En ég hitti sett á Palla og Frey hjá Polycat og spjallaði við á leik í sko brjálæðislega flottu stúdíói sem þau bara settu upp í sem sagt nálægt vinnu sæðum þeirra og þetta var gert í vídeo, þetta var styrlað og ég er mjög þakkláttur fyrir að hafa fengið að tala við Freyja og Palla og ég er mjög þakkláttur fyrir að prófa leikinn og bara horfið á hana þátt og svo bara drífið ykkur á Steam og nælið ykkur í pröfueintak af B-Space og prófið hennar leik og setið svo útgáfuna, leikinn heilan á óskarlistanu ykkur á Steam, það hjálpar meir en þið gerir ykkur grein fyrir. Bara njótið þáttarins, ég er aðeins betur greiddur í þeim þætti heldur en ég er það er bara morgunin á mér. Og já, ég kemur svo með smá outro þegar að þátturinn er búinn. Ég býð ykkur að njóta. Ég ætla að byrja að segja venjulega tvennt sem ég ætla að segja, því venjulega þegar ég fæ gesti í mitt stúdíó, ég á ekki stúdíó en ég er að leigja stúdíó velkomin í stúdíóið, þá er fólk að koma til mín. Núna er ég að koma til ykkar, þannig ég segi bara velkomnir til mín. Já, takk. Eða eitthvað, hvað segið þið gott? Bara allt fínt, sko. Ljómandi gott. Bannastuði, ég held við sem búin að eyða meiri tíma í að stilla ljós, mynd og hljóð heldur en þátturinn á að vera sem er alltaf gott. Þó að ég sé á útivelli þá ætti ég samt að bara fá ykkur til að kynna ykkur bara fyrir mér og fyrir hlustendum tölvuleikjaspjallsins. Hverjir eru þið bara í mjög stuttum máli? Já, Freyr, viltu vera á undan? Ég er Freyr Magnússon, ég er forritari, ég er leikjahönnur með núna. Búin að vera í leikjabransanum í cirka 18 ár núna. Byrjaði hjá CCP 2008. Bara fljótlega eftir ég lauk námi í Háskóla Reykjavíkur, tölvunarfræði. Og já, fór sjálfstætt 2022 og svo sameinaðist ég Polycat Games 2000, bara fyrir 10 ára síðan. Alright. Og Palli? Já, ég heiti Páll Ragnar Pálsson. Ég einmitt vann líka hjá CCP í langa tíma. Byrjaði 2008 sama ár og Freyr. Aðeins á undan samt. Vandræðilegt. Ég sem sagt var í Rafmagns- og tölvuverkfræði í Háskóla Íslands og fór svo til Danmörkur í nám í ITU við tölvuleikja tækni fræði, svo kallað. Og kom heim og fór beint að vinna hjá CCP og vann lengi við bara grafíkvélina sem að powerar EVE Online. Fór svo í önnur verkefni, skemmtilega verkefni, svona rannsóknar og VR og AR og dót. Og svo þegar þriðja barnið mitt fæddist, þá ákvað ég að það væri kannski komið gott og það væri nú eða aldrei og ég fekk leyfi frá konunni og hef verið í þessu síðan, sko. Mér finnst fyndið, skemmtilegt og fyndið bara við að allir sem ég tala við, að næstu allir sem tala við í íslenska tölvuleikjaframleiðendum
Þetta svona allir vegir líka til Rómar. Allir byrjuðu hjá CCP. Það svolítið það. Flestir einhvern veginn. En hérna, við ætlum að tala leik í dag sem að demo er komið út á Steam og mun koma út hvenær aftur? Seint á árinu. Seint á árinu, alright. Og það er B-Space. Já. Ég er búinn að prófa hana aðeins. Ræðum það aðeins betur á eftir. En hérna, ég ætla að byrja bara á að heyra bara aðeins úst. Við erum búin að vera að vinna við tölvuleiki í öll þessi ár. En svona, hvaðan komið þið tölvuleikalega séð? Hvaða tölvuleiki voru sem þið voru að spila? Og svona höfðu kannski svona einhver áhrif á ykkur? Já, ég get byrjað. Ég hef alltaf verið PC gamer og bara 87 kom fyrsta PC-tölvan á heimilið og vinur hans pappa var að gefa okkur sko diskettur með leikjum og ég og bróður minn bara kópruðum beintinn á harddiskinn, vissum ekki að það væri til eitthvað sem heitir folderar, vorum alltaf yfirskrifa install.exe og setup.exe, þannig að leikinn hættu alltaf að virka og vissum aldrei almennilega af hverju og við spilum rosa mikið af alls konar leikjum og ég var meira sem með sko áskrift af PC Gamer blaðinu í mörg ár og elskaði þessi blöð að skoða þau aftur svona seinna sko. Finn fyrir sömu svona spenningi að lesa leiki sem eru löngu komin út sko. Þannig að PC hefur alltaf verið fyrsta svona val í töluleikjum en síðan seinna komu konsolsinn með sko. Þannig að svona helstu mótandi leikir sem ég hef spilað kannski er Ultima serían og já Bara góður. Ég er góður held ég. Já, fyrstu leikjendur og leikjartölunar. Fyrsta leikjartölan var Commodore 64 hjá mér. Ég hef líklega verið bara 8 ára eða eitthvað svoleiðis. Fékk hana með bróður mínum sem 3 árum eldri. Þar varum að spila Rambo 3 og Lode Runner og alls konar mjög gamla leikir sko. Lærði að forrita á mjög basic, í basic mitt á Commodore gera lykilorð og svo gæti gert lykilorð á lykilorði sem var mjög cool en ég gæti aldrei seifað forrit því ég kunni ekki á kassettutæki ég kunni ekki þú verður að taka upp á kassettu til að seifa sko. Það var a bridge too far eins og þeir segja á útlenskunni svo pabbi var með Maca Macintosh Plus stórar vélar, stæðilegar með haldfangi fyrst voru engin harddiskur á þessu náttúrulega hann var með leiki eins og Dark Castle hann var með mjög minnistæðir flott animation myndi mér setna á eins og Prince of Persia og svoleiðis sko. Ef þú sér það núna í dag að það er ekki alveg eins glorious en í minningun er það svolítið þannig sko. Svona fullt svona anticipationi og svona í hreyfingunum og það var mjög djúsi einhvern veginn og Airborne snildaleikur þú ert í horninu og skýtur svona handsprengjum og svo skiptir yfir í vélbyssu þegar komum mikið af fólki svona proto-worms svona já, þú ert bara fastur svo kom bara flugvélar og droppa fólki úr þyrlum sem koma í fallífum og svo safnastu saman neðst niðri fekk fyrstu töluna mína ég keypti mér fyrstu töluna mína PC-töluna þegar fyrir fermingarmenningin minn 386 DX mjög mikilvægt 40 megar eða sem er mjög non-standard og ég örgulega sá leikur sem satt mest í mig þá var örgulega UFO Enemy Unknown gamli ég spilaði ógeðslega mikið á honum sko. Gerði eitt save þar sem ég var með base á Íslandi gæti sett base þar og var að búið til svona Psionic super troopers á Íslandi sko. Já, það var útungunarstöði fyrir ultra elite termin Ég var alltaf svo hrættur í UFO að ég spilaði hann á Easy og svo heyrði ég setna að Easy stillingin var biluð, hún var erfiðasta stillingin af því að economyð var ekki stillt fyrir það sko, þú fékkst aldrei nóga mikið pening í Easy Ég lenti mitt í því á þessari vel sko að ég spilaði það mikið að karakterarnir, startarnir af karakterinum sem sagt flættu yfir þeir fóru bara upp í 255 og ef þú fórst hærri en það að þá byrjuðu bara aftur í 0 sko. Þannig að einhvern tímann lenti í því að komu geimverur og ríðasta basið mitt og ég var bara með einhverja super veterans sem allir voru með einn í movement
og gáttu svona fært sér 45 gráður en svo voru með einhverja geislabissu sem var út í það var með svo lítið múment að gat skotið endalaust þannig að þetta var bara eins og svona bissuturn en það gátt ekki hreyft sinni, þetta gátt ekki tekið skref mjög gaman já, það svona helstu minningarnar í bíli sko. Ég hef líka mjög gaman að tala við mitt fólk já, mér langar svo mikið að spyrja sko, svona í gríni hvað Commodore 64 ég veit hvað en þetta þú veist bara svona breytingin á því að vera að spila þessa tölvuleiki og við erum bara bókstaflega að fylgjast með leikjum fara yfir í þú veist skrýmsladeildina sem hún í dag bæði bara í grafík og stærð og bara umfangi og svoleiðis hvernig þú veist að hafa líka verið bara í þessum bransa og svolítið að fylgjast með þú veist að vera að baka tjöldin vita hvernig leikir eru búin til og bara sjá umfangi stækka Ég myndi segja að ég heppinn að byrja í grafíkforritun þegar ég byrjaði vegna þess að í dag þetta svo flóknara þessi nýjustu DX12 og Vulkan þeir færa svo mikið af vinnu á forritarana sem að driverinn var að gera áður þannig að þú þarft að gera rosa mikið boilerplate og kunna rosa mikið bara til að gera einföldustu hluti í dag sko. Og þegar ég byrjaði þá var þetta bara mjög einfalt OpenGL bara nokkrar línur og það varst komið með þríhyrning sko. Það sem allir vilja til þess að þessu byrjar á einu þríhyrning það Hello World fyrir grafíkforritara Já, ég bara svona núna bara hafandi fylgst með þessu í segjum skjóta 10 ár þar sem ég var að fylgja svona vel með þessu bara það er búin að breytast síðan þá maður er að spila Black Flag endurgerðina ég maður til honum þegar hann kom út 2014 bara, það er klika munur og maður veit svona sirka hver munun er á framleiðslanum bara get ekki myndið að vita að hafa samingið en leikurinn er meira meira svo sami það er bara búið að framreiðan fallega sko, þannig að nú er ég búin að vera svona leikjaforritir allan þann tíma sko, bara leikjakerfi og AI og leikja AI og eitthvað svoleiðis. Já, það er óslega leiðilegt fyrir mig að segja sem grafíksforritari að gameplay skiptir miklu meira máli heldur grafíkin sko. Já. En þóttu sett að uppfæra þessa leiki og gera það miklu flottari þá breyttist eða ekkert annað með því. Nei. Gameplayið er sama, levelin er þau sömu, hvað er það að gera er það sama og það er búin að hægja svolítið mikið á fyrst mér svona gameplay þróun síðustu, ég var 10 árin einhver leiti bara það er ekki eins mikið tækni nýjungar í endilega mechanics per se þótt það sé náttúrulega rosa mikið af mismunandi mechanics og þetta blanda saman endalaust og svona Já, að tala svona það sem maður hefur séð að bara líka í kvikmyndagerð, þegar það voru ekki til alla lausnirnar, þá þurftu menn að hugsa fólk þurftu að hugsa bara kreatíft og það er búið að vera svo ógeðslega gaman að fylgjast með svona, þetta var list svona, þetta var, hvernig gerir hann að bakgrunn og bara Resident Evil serían, brautrefndi í svona ógeðslega mörgu. Þetta er alltaf einhvern veginn svona, það er svona svo gaman að spotta einhverja nýja, minni leiki sem eru bara að gera aðra hluti heldur en að vera í búið til ykkur 100 klukkustunda open world, þriðju persónu, bla 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 bla. Já, maður hefur líka ekki mikið tíma sem foreldri og svona bara, maður hafði endalausan tíma einu sinni í svona 100-200 klukkutíma leiki sko. Í dag er þetta, leikinn sem ég spila er allt bara eitthvað sem ég get hoppað inn í sko. Já, akkurat. Einmitt. Eitthvað sem hefur enda. Já. Eitthvað sem helst hefur enda, það væri mjög þægilegt. Þá er ágætis segvei að fara yfir í leikinn sem við ætlum að tala um í dag, af því að hann er einmitt svona einn af þessum leikjum sem ég allan búin að spila núna í 3 tíma og taka mjög mörg rönn og þetta er svona þú sjá, ekki kaupa nýja GT6 kíkt á Steam og kauptu 19 leiki fyrir sama verð sem þú ert að fara að eyða meiri tími í samtals og ég er eitthvað svona, fokk já, það er 100% og ég vona innilega að þessi leikur detti í þann pakka B-Space hver var pælingin á bakvið? Sko áður en þetta var bíflugnaleikur þá var þetta bara mjög svona mechanics based leikur sko. Það var bara, hugmyndið var þú ert með spilastokk, þú getur sett hluti niður á svona spilaborð og þetta var í rauninni upprunalegu hugmyndin var bara að taka Sleðisbær svona roguelike mekanikina úr því og blandaði við mjög obskjur leik sem heitir Tiny Islands þar sem að þú þarft að velja
úr 2 spilum eða 2 hlutum til að setja niður á svona litlar eigur. Raunar þarfst þú búið til eina sjálfur líka í þeim leik, en þetta var grunnhugmyndin, bara þessi 2 mekanik myndu passa ógeðslega vel saman. Ég ætla að prófa það og þetta byrjaði sem bara svona einhvern veginn generic, þú ert að setja niður hús, þú ert að setja niður vegi, eitthvað svona, og svo kom býflugna þemað bara svona eins og elding í hausinn á maður setna sko. Og þá legur komið með þema sem virkar, þá komið fleiri hugmyndir og þetta var svona snowballar svolítið sko. Þetta þú veist, ég ætla bara að segja hér nú, ég er mjög hræddur við býflugur. Okay. Og alltaf verið það. Þú veist, þannig að þetta var smá svona að heyra suðið. Ég ætti kannski að taka fram að ég var býflugna bóndi í 7 ár sko. Hættu? Já, nei. Í alvörunni? Já. Ekki í Íslandi? Jú. Ha? Og ég og bróður minn sko, bróður minn er ennþá í þessu. Og þannig að þú veist, ég get talað býflugur endalaust sko, en... Og ekki þetta. Þú veist, ég er mikill fan, það er máli, ég elskar býflugur. Ég veit hvað að gera, höfum eitthvað gott, en bara það er hreyfa Býflugur eru bara loðnar og sætar sko. Það er það sko, ég segir alltaf sem óta ég fekk býflug í lóan þegar ég var, þú veist, maður ekki fyrir svona kannski 12 mánuði síðan, þú veist, gætt klappa henni, skiljur það var crazy, en samt sem áður, þetta suðið smá, já en ég sá bara strax, bara leið og bara, hann byrjaði, þú veist, það var tónlistin greið mér strax og þetta byrjaði sem svona krúttlegt einhvern veginn, þú veist, svona atmá og svo bara svona sér maður á bakvið, þú veist allar línurnar sem maður sér maður úkslega finnar. Módelin eru teiknuð mjög skemmtilega, þetta er bara svona mjög margt sem langar að, þú veist, pæli, en þú veist, þessi bara animation stíl á leiknum, þú veist, var hann hugsaður sem, þú veist, ég er að finna eitthvað sem er ekki, þú veist, cutesy endilega, en hann er svona cutesy. Sko, upprunlega var hann ekki þannig og ég var eitthvað svona, þú veist, ég var með artista svona bara verktaka í útlöndum sem ég var að reyna að fá til þess að hanna þetta fyrir mig og ég bara svona, þetta á ekki að vera sexy það er svolítið bara svona feitar klunlegar og svolítið pöttulegar og það er bara ekkert máli, þú veist, því pöttulegar sem hlutur því minna cute hann sko. Og það var ekki fyrir við fengum sko Vikar, konceptartistan okkar sem er artdirektorinn okkar í dag og hann teiknaði nokkrar útgáfur og það var svona utan að koma til ráðgjöf sem var bara meira cute þannig að við bara, ok, hversu cute getum við farið sko og þetta er niðurstaðan cute skali já cute pöttuskali ok, ég að fíla þetta þú veist, fljótt á litið þá með hugsa svona, hvað er ég að spila bara eitthvað svona Fisher Price, eitthvað svona leiksett, en svo bara 30 sekundur og þú bara, ok, þetta er eitthvað annað en það. Já, það er smá svona, veist, smá ádýla á neysluhyggju og smá fasismi þarna undir húddinu, sko. Ó já. Það var eitt moment annars skipti sem ég lenti á gæðinum sem er að gefa þér einn af 3 hlutum sem búin að grafa upp. Ég sá þetta ekki fyrir annars skipti. Ég var að minna það, mér var svo fyndið, þú veist, að hann, þú veist, er svona eitthvað auðvitað sig og svo, opna hann augun og svo breytast þið, ég veit ekki, bara ég er búin að lenda á núna, þú veist hvað, ábygglega 5 eða 6 og ég held bara, já, hann er kominn, eitthvað, ég veit, þú veist, það er bara, þetta er uppáhaldsteikningin minn í þessum leikirkunni að sjá hann en gæja, því að mér finnst það vel, ég veit ekki, bara gleði mig að þetta. Já, ekki, mér finnst það geggjur og hann líka, þú veist, einmitt segir alltaf bara eitthvað svona, gaman að segja aftur og maður er alltaf komin í new game, þannig að þetta er nýtt run bara eitthvað, hvernig þekkir mig? Bara eitthvað, kom bjóðir veist það mér finnst það, þannig að vakti mikla káttinu á heimilinu að lenda þessu gæð. Þetta er náttúrulega drundur sko og flestir karakterarnir eru kvenkins vinnubí sko. Einmitt, já og það er útskýrt en þá af hverju hann er að þvælast á jörðinni sko. Einmitt og það er allt mjög dularfullt, þannig að það er að spyrja út í þetta og hann vill ekkert svara sko. Okay. Og er að múta þeim með hlutum í staðinn sko, eða þessu svolítið bara vilt ekki bara fá eitthvað í staðinn sko. Í demónu líka, sko, þú spilar sem newbíinn og þú, í demónu ertu með vísindabíið með þér í liði sem heitir Aura, jú, og í fullklára leiknum þá hefur val af 5 öðrum bíflugum til þess að koma með þér og þær hafa allar mismunandi hæfileika, mismunandi dialog, mismunandi karakter og einn þeirra er einmitt svona conspiracy sem er algjör svona
Samsæriskenningasmiður. íslensk, reyna að tala íslensk. Samsæriskenninga. Conspira B er ógeðslega góð lýsing á honum. Og hann sér svolítið að þetta hlýtur að vera simulation, þú veist, Ok, þetta bara svo skrítið, sko, allt saman, þú veist, 6 hindar eyjur og eitthvað, sko. já, ok. Duravilt. Þetta er mjög tölufullt alls saman. Ég veit já, það í demónu velja bara hérna Aura, þarna, húst, hérna, fyndu Aura, ég ok, ég ítti á alla bílflugunar, nema Aura. Ég ætla að segja að það minnkaði skemmti levelið svona 15%. Já. En ég ítti þetta á alla, ég sá mitt Conspiracy, ég man ekki hvað línu hann segir, ég ítti svo þetta á hann aftur, ég fór maður alltaf bara beint í Aura þegar ég var að byrja nýtt rönn, að þau voru öll með eitthvað svona línur, bara eitthvað svona, þú veist. Mér finnst það bara vera skemmtilega að skrifa. Ég get sagt þér að, sko, þú veist, lítforðurinn okkar, hann Freyr animeta allar þessar bílflugur. Þetta er bara leyndur hæfileiki. Þú læra hann nýja hluti, lítið teimi. Og artistarnir okkar voru ekkert í animationu, sko. Ekki fengum Neman. Já, hann er einnig það. Já. Það væri svo gott að vera með auka myndaður hérna sem ekki var enda á mailinu og hann Erum ekki einn, sko. Þetta er allt samsæri, sko. Producent. En ég á með eina spurningu, en þetta svona er bara svona segue inn í bara, þú veist, með svona level design sem að ég veit ekki ennþá hvernig fjandarn var að þýða á íslensku. Á því það hvaða, þú veist, var einhver í seinni vinnuna, vondur skapi, nýbúin að reka tána í eitthvað þegar þið ákváðu að hafa keilu draslið. Hvað er það eiginlega? Öryggisbíl. Það er örugglega mér ekki. Það eru sumbor sem aðeins erverðnörnur. Það eru þessi middle manager sem koma og eru bara með svona kröfur og reglur og vesen og einn er einmitt safety inspector. Safety inspector. Öryggiseftirlitið, sko. Já, og hann heimtar á setinu keilur áður og setinu okkur annað niður. Þetta segir sér sjálf. Þetta er ekki örugt nema að sé öryggiskeila þarna. Þetta er líka flokkað sem B-Tech. Það sé öryggiskeila. Bara að finna þetta upp nýtt. Einmitt. Þannig að fyrsti sem maður fær, þá getur maður verið með lengri veðurspá sem ég fannst líka vera mjög skemmtileg fítus að þú ert að pæli sér, þú veist að, já, við erum ekki búin að lýsa leiknum, þú ert með þess að eyjur frá mig sem er óbyggð og hún er með annarkvort grasi, stein, drullu eða sandi og svo eru svona útgáfur af þessu svona þegar maður kemur í Renmu 2. Já, það er bara visual sem sagt í hinum regionunum eða hinum bæjumunum. Og þú sett færð með 4 spil á hendi sem er annarkvort geta verið blóm, geta verið einhvers svona tækni og þú þarfst að eyða orku í að ég fatt að þeim var alltaf að lýsa tölvuleik þannig að þeim var ekki spiluleikin en spilið demo, það er á Steam. En þetta er bara, gameplayið er bara, þú ert bara að byggja eyju með blómum fyrir bíflugur og þetta er svona notað þess spil og það er svona energy management fítus á þessu til þess að svona, ef ég sleppti einu svona action economy. Já, þú þarfst að spila spilið til að fá spil. Já, spila spilið til að fá spil og ef þú ert með 0 orku ortu fokt. Þetta lærði ég nokkuð svona. En þetta er virkilega skemmtilegt og spennandi, þú veist, og ég hlakka til að sjá hvernig þetta er fráfram. Hverjum að búast við svona fyrir þeir sem að prófa demoið þegar leikurinn kemur út seinni hluta árs. Hvað er svona helsta sem fólk getur búist við að vera svona? Sko, það er miklu meira content, miklu meira dialog og það er bætið hellinga spilum, hellinga artefaktum. Það er hver eyja er með svona mannlegan hlut sem bíflugurnar gæða svona yfirnáttúrulegum svona eiginleikum, þannig að hluturinn breytir reglunum á þeirri eyju og þannig að við erum bætið við hellinga svoleiðis líka. Svo Charms. Já. Ég kom ekki íslenskt orðið við Charms. Glingur. Já. Svona dótsvart að finna á eyjunni. Það er svona safnar að gefa þér svona permanent bónusar sem það tekur með þér. Við erum fyllt af fleiri af þeim, miklu fleiri bosses. Við erum núna bara með 2 bosses eða 2 endakalla í demóinu. Þeir verða líklegast í kringum 18 lögin, þannig að það verður hellinga þeim. Það er að hafa spá fjölbreytni, sko. Það er alltaf ítir undir endurspiluleikan og svoleiðis. Og fleiri spil.
Þannig að bara meira af öllu. Meira. Já, basically. Og það karakterinn líka, þú getur unlockað restina af karakterinum. Já. Og þær eru allir með sín eiginleika sem spila inn í mismundi feature. Þess að við erum með eini kallinn í genginu. Það token drundurinn. Token mail, sko. En hann mun nota token mechanics. Drundur dróna. Ég hef bara, já, ok, ég skil. Ég var svona bara að rekna út einhvern veginn, ég er svo samt. Þetta orðið ekki mjög mikið nota. Þetta er byggt á, sko, bíflugan samfélaginu, ef þú tekur venlega bíflugan bú, 1/7 þeim er það beil drundar. Einmitt, ok, já. Þannig að þetta er bara mjög vísindalegt. Þeir eru meira minna gagsleysir, sko. Þeir eru góður í að fjölga sér, en ekkert mikið með það. Það er svona sætir og klípi kinnirnar og gefum borða og svo sparkaði þeim. En það sé að þetta mun hafa alveg svona mikil áhrif, þú veist, því að eins og þess að maður byrjaði með í demóinu, hún leiði þær að sjá veðrið aðeins lengra aftur og hinn þá með einhvern svona öðruvísi altering. Eru þið öll tilbúin til þess að vera notuð þegar leikurinn er komin út eða unlocka með eftir rólega eða? Já, þú unlockar þeim. Þannig að þú veist, þetta verður mjög svona, ég reyndi að tala íslensku hérna, gjafmylt. Þannig að þú unlockar bíflugunar snemma, en restin af kontentinu þarftu að taka nokkur rann. Sko. Og líka sett upp þannig að það er bara nóg að spila til þess að unlocka. Það er ekki það að þú þurfa að klára alltaf eða ná að loka ranninu með þess að komast áfram, en við erum að reyna að vera svolítið... Við erum ekki heldur að gera svona baladró, það sem er eitthvað svona brjálað sem þarf að gera til þess að unlocka nýjum spilum og tjókum. Right. En myndi ég segja að þú myndist á að Slay the Spire, þú svo rosalega mikið af roguelike, sérstaklega svona dekkbildarleikum búin að koma út, eru þið að fylgjast með eitthvað svona do's and don'ts á þessum leikjum eða eru þið bara svolítið reyna að Já, ég fylgist rosalega vel með bara, reviews fyrir litla roguelike leiki sem kom út, hvað er fólk að kvarta virkilega yfir og það er oftast það bara að vanta meira content eða hann hefur ekki verið balansaður rétt eða eitthvað sless. Þannig að Svona allir við að spila þessi leiki slatta Já, bara til þess að sjá hvað er fólk gera, hvað finnst maður að vera að virka og reyna að greina bara hvað finnst manni gott, hvað finnst maður Við erum alveg að bæta við nýjum mechanics sem að hafa ekki sést sko. Við erum mjög mikið að vinna með að því að spila hendiðin er svolítið rigid, þú spilar út spili og farið eitt spili í staðinn. Það er ekki, þú hendir ekki allir hendinni. Þannig að staðsetningar í hendinni skipta rosalega máli og þá getum við unnið með það með spil hafa áhrif á hvort annað og svoleiðis. Já, þannig ég er búin að finna þarna tvö sem er mitt bara að hafa bæði berga mér og ekki berga mér. Með því að vera á villum staði hérna. Svo lærir að elska sandinn á endanum sko. Hann getur bjargað manni. Hvenær nákvæmlega gerist það hérna, strákar? Eftir 8 tíma sko. Eftir 2 tíma. Það getur ekki skila lengur sko, leiknum. Frýtt demo, ég sendi post á hérna Polycat og hérna endurgæslu á tíma. Sandurinn er gaglegra þegar þú getur setta niður yfir mold mud og þá ertu komið þurran reit sko, fyrir tech til að setja. Það er enda geta góð húður. Og stein til þess að geta sett plöntur á stein. Einmitt. Eða til þess að bara eyða törnuninu, til þess að komast í næstu umferð. Kannski ekki með orku eða eitthvað, þá getur þú bara sett sand í staðinn og rauninni, eða komast fram hjá óveðrinu. Sandur. Muna sandinn. Hann er grófur, hann fer allstaðar. Við náðum að hendi eina, við náðum því. Við varum að tala um það hann í byrjum, að það myndi koma annarkvæmt Star Wars eða Simpsons reference og það koma. Herru, hvað er þetta búið? Nei. Þetta er mjög gott, náðum þessu. Ok, hérna, hvað svona, þessi leikur er alveg mjög, þetta er alltaf bara sértækt genre, þetta er dekkbildar, roguelike leikur. Eru þið að spila eitthvað, eru þið búin að spila eitthvað, þú veist, sem er ekki það? Sem þið kannski hafið svona, kannski verið að horfa til annarkvæmt bara með listastíl eða bara... Sem eru tengt vinnunni þá? Bara, já og nei, bara hafið spil sem hefur kannski haft áhrif. Ég spila mest bara upp í sófa á PlayStation í dag, sko. Og það er bara það sem er hluti af PlayStation Premium, það er það sem ég spila. Þannig að nú er ég að spila Kingdom Come Deliverance. Og þú veist, er bara á 15. öld í Tékklandi að dunda mér, sko. Geðveikt. Nú 2 fekk sér perfect score frá töluleikastöðunum, tjekka allt með því.
Ekki leikur ásins samt, ég er ómikið hérna heitið Kojima maður, ég valdi Death Stranding 2 sem leik ásins þegar hann kom út. Takk. Takk hérna pródusent númer 2. En þú? En ég spila eiginlega meiri borðspil þess dagana heldur en töluleiki. En á töluleikum þá fór ég nýlega að spila aftur Dark Tide. Sem tengist ekki beint því sem ég gera núna. Svona? Þetta Grim Dark Warhammer. En bróður minn fór að plata mig hérna í hlutverkaspil sko, byggt á þessu IP, þannig að ég þurfti að gera rannsóknir sko. Já, það svo. Það fyrir ekkert kaldurinn í Warhammer sko. Nei, alls ekki sko, það hættulegt. Þetta svona... Fyrir keisarann. Já, allt fyrir keisarann sko. Segi ég. Hún lendi ekki vandræðum. Hérna, já, kynni ykkur fyrir 9 áhugamáli, hérna, 50.000 krónur. Það dugur ekki. Já, ég sagði bara eitthvað tölu random sko, það dugur ekki neitt sko. Ég kem ekki nála þessu. Það valla fyrir málingu. Ég er búin að vera að halda mig frá Warhammer af því að ég þarf ekki meiri nördastöf. Ég er bara með nóga nördastöfi. Ég er ekki Magic, ef við myndum farið það, þá væri ég bara ekki tér, skilur. Ég er bara eitthvað kom gott. Það var að velja hafna. Það var að velja hafna, sko. Því miður, sorry Magic, hérna, þið missið að mér. Tekur bara. Hérna, hvað er þið, bara, hérna, alltaf fyrir byrjun, hvað er B-Space búin að vera lengi í bígerð? Pass. Þetta var bíbrandari, það tók ekki. Ó, já, shit, vel gert. Ég fatt hann ekki fyrir núna, því áðan bara, hvað eru mörg ár sem þið byrjaði að búin til? Svo, ok, já. Já, frekar lengi, sko. Og hérna, fyrst var þetta bara solo og hérna, svo fekk ég styrk og við vorum 2 að vinna í þessu. Og svo var ég var með Steingerði Lóu sem hefur verið að kenna í HR, töluleikja hönnun, og hún dróð svo verkefninu, hafði á mikið annað að gera, og þá gat ég gabba hann að koma inn fyrir 2 árum. Hann er ekki ennþá búin að taka hettin á mig sko. Og hérna, já, þannig að þú veist, alltaf lengi. Já. Ég hugsa að það er betra að klára 1 leik heldur en ekki klára 2. Það er, held ég, besta setning sem við höfum sögð. Ég er ekki að duga, þetta var mjög ponnint. Hérna, en það er allavega stemming. Já. Hann er að koma út í síðan hluta ás. Já. Þetta er lest sem enginn getur stoppað sko. Já, nákvæmlega. Nákvæmlega, don't try it. Ég vona að fólk sem búið að taka eftir að við erum með sko, þau sem eru að horfa á þetta, það er bífluga á borðinu og það er lamb líka. Er eitthvað ástæða fyrir lambinu eða bara svona? Ég var að vinna í leik sem gekk út á að reka eldfima rollur sem kviknaði eða voru stressaðar. Hvað er svo leikur hérna? Hann er í salti síðan. Það er tekið upp en þau er búin að safara pallum að þetta sé næsta big thing. Náðu enginn saltkjöt brandarann mínum. Missed opportunity. Nei, ég man sko, við vorum í vídeo fyrir nokkur mánuð síðan, vorum við hérna að taka upp í Arena og við fengum við sett hérna svona spáns, þá fengum við sett PlayStation Portal til þess að prófa að gera þáttum og eitthvað svona prófsvöld og vorum alltaf með bara kassan á því bara á borðinu frá okkur og hérna það sem ég er að segja, þetta er betra. Okay. Það er skemmtilega að hafa stöff, sérstaklega þetta tengist, en hérna hvar er maður bífrögnarbóndi? Ég get ekki beilingur. Hvar er maður bífrögnarbóndi í 7 ára í Íslandi? Sko, þú þarft að vera einhvers staðar sem að þær hafa svolítið næði. Bæði að fólk sé ekki að trufla þær og eða hundar og svona sem að þefa upp og fá stungu í nefið eða eitthvað. Og það sem þær eru ekki að ónáða fólk. Það getur verið ónáða af þeim og það sem gerist þegar á vorin er þær fara að setja hreinsunarflug eftir veturinn. Þær haldi í sér allan veturinn. Og svo fljúa þær allar út og bara skýta yfir allt. Og þetta er svona, það sem fólk segir ekki að þú ætlar að hafa bíflugur í miðbænum eða bænum eitthvað staðar. Minnist ekki á þetta. Nágrannir er ekkert alltaf sáttið það. Ok, ha? Það er miklast sem ég er. Ok. Haldi í sig allar veturinn. Það er pro-tip. Ok, við ætlum að halda Skulum bara halda áfram með hérna þáttinn. Er eitthvað sem er ósagt, eitthvað sem við viljum minnast á með leikinn? Hvað sér, hefur eitthvað? Er eitthvað sem er ósagt leikinn?
Hvað sem vilja bæta við? Sko, hann var kannski taka fram svona að okkur langaði til þess að gera ofbeldislausan roguelike deckbuildir, af því þeir eru oftast bara svona kartbattlerar eða þú veist að slást og vinna með svona uppbyggingu, þú veist að byggja upp eitthvað frekar en að vera brjótað niður eða slást sko. Það var svona einn af þessum pillars sem var að baki leiknum sko. Pillar ekki góð íslenska. Stólpi. Burðarstólpi. Ó, flott. Gekja. Minn maður. Það er bara úrslega góða punktur. Það var einmitt, þú veist, það sem ég var að reyna formúlar áðan var að fatta núna að passa vel við þetta. Þú veist, það sem ég vildi ekki endur að lýsa sem cutesy þessum leik, en hann var öðruvísi af því að þú veist, það gerist mjög sjaldan að það er ekki annarkost einhver ábyrgðsfullt í gangi eða það sem er í gangi er ekki ábyrgðsfullt en það er bara gert ábyrgðsfullt hátt. Þið myndir þetta baladra á hann, það er bara ábyrgðsfullt leikur sem ég spilaði mig. Þú veist, þú ert að spila spilum og þú er bara svona over the head THC atriðið, þið kannski minna því hann ítur á THC kemur hann svona íkotni og skilur ofbeldisfullir hlutur að gera, venjulegur hlutur að gerast á ofbeldisfullan hátt. Þetta var bara, þú veist, það er svo satisfying að bara ná að loka eiginni, þú veist, og þetta gerist bara svona það er ekkert ofbeldi í þessu. Það er eitthvað sem ég tók ekki eftir en núna bara svona klikkar hjá mér og það er mjög vel gert, mjög skemmtilegt að spila leik sem er ekki ofbeldisfullur. Ég hef gert svolítið í því að reyna að ýta undir það að þetta sé þægileg upplifun, þú veist, að rúna hornin af þessu og að þetta sé ekki einhvern veginn í andlitinu að það er afslappandi. Já, þú talaði tónlistina á þann og við, þetta teimi er allt geggjað sko, en tónlistamærun okkar, Jose, hann er frá Mexíkó og hann gerir geggjað svona afslappa og svona fólks í tónlist. Já. Venjulega er hann með gítarinn bara, en þarna er hann að, þú veist, leika sem er syntana og gera svona öðru stöf. Þetta er svona tónlist sem ég er alveg til í að hafa á heilinum. Þú veist, ég stæði þetta á leiðin hinga. Ég tók eitt raun í morgun og þetta er bara ógeðslega, þetta er bara gaman, þetta er bara þægilegt. Þú veist, þetta er ekki alltaf þægilegt, þetta er ekki lögur. En það er af því að ég flýti mig mikið og ég var ekki að hugsa fram í tíman eins og ég átti líka. Og ég var pingfúll. Öryggið fyrst, já, ég veit það. Tróma. Kemur út og segir öryggið. En bara, þú veist, ef að við erum að henda svona í húst loka árin, þá langar bara að segja, þú veist, það sem ég spilaði eins og komið er mjög skemmtilegt. Ég hlakkar rosa mikið til þess að fá að spila loka prótotið, af því að þú veist, þetta er fest. Ég er sjálfur ekkert mikill roguelike maður, þú veist, en ég sé bara strax hvernig, þú veist, bara progressionið byggist upp, skilur, þetta lítur mjög spennandi út og ég hlakka til að prófa einhvern annan karakterheldur en Aura, vísindamann, og hvet fólk til þess að kíkja á Steam og prófa þetta demo. Þetta er skemmtilegt og feskur íslensku leikur sem er bara brátt að detta á markaðinn. Já, takk fyrir það. Bráður. Ef það er ekkert meira, þá ætla ég allan að segja takk fyrir að fá mig í heimsókn, kærlega fyrir, og takk fyrir að koma í heimsókn. Ég vona að strákarnir sem eiga stúdíóið mitt þessi ykkur hlusta það verður aðeins verða að kíkja. Það er fínt, það er bara ekki vídeo, engin ljós. En aftur, Freyr, Palli, Polycat, takk fyrir þáttinn. Takk fyrir spjallið. Já. Takk fyrir mig. Ég var alltaf með þegar við vorum að rýna, þá svona nýtti ég alltaf svona síðustu minnar eins og í fréttunum, þú veist, þegar það gestur svona pappi. Aftur bara takk, ég ætla ekki að segja neitt mikið meira. Þetta er líklegast síðasti þáttunum okkar af þessum bónus þáttum í sumar og ég mun að fara í smá langt frí sjálfur, þannig að ég held að það sé næsta þáttur í september nema að það gerist eitthvað nýtt, sjáum bara. Fullt að fara að gerast, Wolverine að koma út, GTA að koma út, við ætlum að taka fleiri, gera þáttum GTA 4 vonandi og já, öðru leyti, bara takka eftir fyrir, bara mörg ekki búin að hafa samband ykkur í sumar, mjög gaman að heyra það og segja ykkur að spila leiki sem við aldrei að spila, nei, ég sé svo. Aftur, takk fyrir og tjekkja á B-Space, tjekkja á Polycat og fylgist þið með, leikurinn kemur út eins og þau sögðu þættinum, setjum hlut ásins. Þannig wishlist, pröfið demóið og hlakka til að heyra hvað ykkur finnst ef þið prófa leikinn. En já, gleðilegt sumar
njótiði góð veðursins, ég held að það hefur gott að vera morgun og ég hlakka til að hitta ykkur og Gunnar aftur í haust og spila fleiri tölvuleiki. Ok.